Yngvar tap hérna á móti Finnum í seinasta leik á mótinu. Hvað var það svona sem fór úrskeiðis í þínu liði í dag? Við erum 2 undir í hálfleik og búin að klúðra 10 vítaskotum. Við heldum svo áfram bara í seinni hálfleik að klúðra vítaskotum. Við klúðruðum 19 vítaskotum í leiknum. Það er rosalega erfitt að vinna leik þegar það gerist. En mér fannst við spila fyrri hálfleikinn mjög vel. Svo lendum við í því að meiðist einn leikmaður hjá okkur. Þá erum við komið með 2 boltabakverði í 12 ára hóp sem eru myrkir. Það er pressuð og gríðilega stíft finnsku stelpurnar, en þetta var erfitt í seinni hálfleik. Nú hefur verið að lenda svolítið mikið í því að liðin að pressa á okkur í mótinu. Hvernig þið hafi verið að ná að vinna ágætlega úr pressinu svona yfirleitt, en virtist ekki ganga núna í seinni hálfleik? Nei, eins og ég segi, bæði eru leikmenn orðnir þreyttir og þegar detta 2 leikmenn í þessum stöðum, þá þýðir bara meiri keyrsla á hinnar og það verða þreyttari og þá koma mistökin. En hvernig er svona mótið í heildina? Hver er þín skoðun á því og hvernig hefur þetta spilast fyrir ykkur? Það er svo sem ekki spilast vel fyrir okkur þannig, en samt sem áður sýndum við það að við getum staðið í öllum þessum liðum og á góðum degi þá getum við unnið þessu lið. Og við fannst við vera klaufar og óhefnar á móti Danmörku að vinna þær ekki. Við brotnum missum hausinn á móti Svíunum sem ábæði að gerast og það verður þess valdandi að við töpum leiknum. Við vorum með fína stöðu þar í hálfleik. Svo við erum að vítaskotin og þreyta sem kemur niður á okkur á móti Finnunum, sko. Mér fannst við sína á köflum að við getum gert fína hluti með þetta. Þetta er rosalega mjög flott spilið í sókninni oft á tíðum hjá okkur og vörnin mjög sterk. Þannig að það er eitthvað sem þið takið með ykkur til á Evrópumóti í Rúmeníu. Já, við tökum þetta með okkur og höldum áfram að vinna í þessum hlutum bara og vera duglegir að pressa hver aðra á æfingum til þess að venja okkur við. Það verður að spila ennþá stífar á okkur á EM. En þar förum við vonandi út með 12 manna lið og höldum þeim öllum heilum vonandi. Takk fyrir þetta.